Fyrst tekur til máls hv. 2. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Katrín Jakobsdóttir, og beinir fyrirspurn til hæstv. forsætisráðherra. Frú forseti. Ég hlýt að koma hér upp og spyrja hæstv. forsætisráðherra skýringar á því að tvær skýrslur sem hann lét vinna sem fjármála- og efnahagsráðherra meðan hann gegndi því embætti birtust ekki fyrr en seint og síðir. Önnur var skýrsla stórpólitískt mál, eignir Íslendinga í aflandsfélögum, sem efnahags- og viðskiptanefnd rak á eftir í október síðastliðnum en birtist ekki fyrr en núna, nýlega. Hæstv. ráðherra hefur sagt að það hafi verið mistök að sú birting hafi dregist. Og hins vegar er skýrsla skuldaleiðréttinguna. Sú skýrslubeiðni var samþykkt hér á Alþingi í október 2015. Þannig að það tók ótrúlega langan tíma að vinna þá skýrslu sem unnin var að beiðni minni og 8 annarra þingmanna mál sem var stærsta pólitíska mál síðustu ríkisstjórnar og síðasta kjörtímabils. Og hún er líka núna nýlega komin fram. Ég held ekki að ég né heldur hæstv. forsætisráðherra séum endilega dómbær á það hvort innihald þessara skýrslna hafi endilega haft áhrif á úrslit síðustu kosninga. Ég heyrði það því fleygt í gær haft eftir hæstv. forsætisráðherra að hann teldi að það hefði engu máli skipt þótt þær hefðu birst fyrr. Það er ekki aðalatriði þessa máls, frú forseti. Það er algjört aukaatriði og hvorki ég né hæstv. ráðherra erum dómbær á það hvort að þetta innihald hafi haft eitthvað að segja úrslit kosninganna. Aðalmálið er skylda ráðherra til þess að koma upplýsingum á framfæri, annars vegar við Alþingi og hins vegar við almenning. Það er stóra málið hér. Því við eigum auðvitað rétt á því, annars vegar að skýrslubeiðnum frá alþingismönnum sé svarað og hins vegar á almenningur rétt á því að upplýsingar sem liggja fyrir séu birtar. Og mig langar að spyrja hæstv. ráðherra sem nú leiðir ríkisstjórn, leiðir hér samskipti framkvæmdarvaldsins við löggjafarvaldið, hvort hann sé sáttur við þessa frammistöðu, hvort hann telji að ekki hefði átt að gera betur í birtingu þessara gagna, hvort hann skuldi ekki Alþingi afsökunarbeiðni fyrir það að þessar upplýsingar hafi ekki verið birtar fyrr. Þá svarar fyrirspurninni hæstv. forsætisráðherra Bjarni Benediktsson. Frú forseti. Það er meira en sjálfsagt að ræða þessi mál eftir hvaða leið sem að þingmenn vilja hér í þingsal. Í þessum fyrirspurnatíma með sérstökum umræðum sem ég hef samþykkt að taka hér þessi mál í vikunni, ég hef áður verið að svara fyrir þessi mál og nú er því velt upp að í tengslum með þessi mál að þetta tengist hinni almennu skyldu ráðherra til þess að svara þinginu. Og það er látið eins og að það sé algjört einsdæmi að málum hafi ekki verið svarað. En þannig var til dæmis í þeirri ríkisstjórn sem hv. fyrirspyrjandi hér sat að í apríl 2013 hafði fjölda fyrirspurna ekki verið svarað. En það munu hafa verið 19 skriflegar fyrirspurnir sem ekki var svarað fyrir kosningarnar 2013. Hér er spurt ástæður þess að annars vegar aflandsskýrslan kom ekki til þingsins og ég hef margoft svarað því. Það var vegna kosninganna og þeirrar ætlunar minnar að leggja skýrsluna inn til nefndarinnar sem að það fóst fyrir og ég hef sagt að ég hefði betur látið málið til þingsins eins og aðstæður voru. En þeir sem að helst hafa rætt þetta mál hafa auðvitað í öðru orðinu allan tíman látið sem svo að í skýrslunni var að finna upplýsingar sem alveg bráðnauðsynlegt væri að koma á framfæri við fólki í landinu fyrir kosningar. Þegar að ég síðan spyr hverjar eru þessar upplýsingar, hvað er það í skýrslunni sem er svona mikilvægt og skiptir svona miklu máli og hefði getað bara valdið straumhvörfum í kosningum, þá verður fátt svör og þá bakka menn niður í þessa almennu afstöðu að það sé svo mikilvægt að ráðherra skili skýrslu til þingsins. Og ég tek undir það, en því miður er það þannig og það er ekkert nýtt að það hefur ekki tekist að svara öllum skriflegum fyrirspurnum frá Alþingi innan tímamarka, því miður. Og hv. fyrirspyrjandi þekkir það ágætlega sjálf vegna þess að hún svaraði sjálf ekki öllum fyrirspurnum fyrir kosningarnar 2013. Þá tekur til máls að nýju hv. 2. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Katrín Jakobsdóttir.
Frú forseti. Ég hefði haldið að hæstv. forsætisráðherra gæti gert aðeins betur í sínu svari hér. Og þá voru 22 skriflegar fyrirspurnir aðrar sem lágu hér ósvaraðar þegar hæstv. fyrrverandi fjármála- og efnahagsráðherra gekk úr síðustu ríkisstjórn með sínum félögum. Þannig að vissulega eru talsvert mörgum fyrirspurnum sem ekki svarað. En hér að ræða 2 skýrslur. Ég hef ekki sagt það nokkurs staðar að ég telji endilega að inntak aflandsfélaga skýrslunnar hefði getað haft áhrif á úrslit kosninganna, þó að hæstv. ráðherra láti sem svo. Hins vegar það ekki nema eðlilegt þegar að ræða stór pólitískt mál sem varð til þess að kosningu var flýtt, þegar það liggur fyrir að það sé birt þegar það er tilbúið. Og sama má segja leiðréttingamálið. Ég heldur ekki að segja að það hafi endilega haft áhrif á úrslit kosninganna. En þetta er stór pólitískt mál, stærsta pólitíska mál síðustu ríkisstjórnar. Er ekki eðlilegt þegar þingmenn leggja fram beiðni 2015, í október 2015, að við gerum kröfu til þess að það liggi fyrir svör þeim heilum 8 blaðsíðum sem bárust fyrr en raunin varð? Þá svarar fyrirspurninni hæstv. forsætisráðherra Bjarni Benediktsson. Frú forseti, ég ekki í neinum ágreiningi við hv. þingmann það að það sé langbest að skýrslum sé svarað hratt og örugglega til þingsins. Til dæmis fyrirspurn frá Pétri H. Blöndal frá þar síðasta kjörtímabili sem hann þurfti í þrígang að leggja fyrir ríkisstjórnina en fékk aldrei svar. Í þrígang kom sama fyrirspurnin fyrir þingið. Aldrei fékk hann svar frá ríkisstjórn Jóhönnu Sigurðardóttur. Aldrei. Þeirri ríkisstjórn sem hv. þingmaður sat í. Ég meira en tilbúinn til þess að taka undir með hv. þingmanni það að það fer best á því að stjórnsýslan sé þannig sterk, vel mönnuð og kraftmikil að fyrirspurnum sé svarað sem best og hraðast. Varðandi leiðréttingaskýrsluna þá tók hún of langan tíma. En gleymum því ekki að henni var skilað hingað til þingsins, ólíkt því sem átti við skýrslubeiðni þá sem ég nefndi frá Pétri H. Blöndal sem aldrei barst. Og sama gildir aflandsskýrsluna. Henni var skilað til þingsins. Upplýsingum var lofað, upplýsingar voru veittar. Það það sem gerist í þessum málum. Þá tekur til máls hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis, Oddný G. Harðardóttir, og beinir fyrirspurn til hæstv. forsætisráðherra. Frú forseti. Skýrslan eignir Íslendinga á aflandssvæðum er athyglisverð enda hefur hún orðið til þess að miklar umræður hafa spunnist víða í samfélaginu skattaskjól, notkun þeirra, aðferðir sem ríkir Íslendingar hafa notað sumir hverjir til þess að skjóta eignum sínum í skjól fyrir skattinum. Á samfélagsmiðlum, í fjölmiðlum og fréttaskýringaþáttum hafa menn farið yfir söguna, dregið fram nauðsyn þess að koma í veg fyrir undanskotin og skattsvikin, hvaða aðgerðir virki til að vinna gegn þeim og hverjir það eru helst sem stunda slík svik við samfélagið. Slíkar umræður í aðdraganda kosninga hefðu augljóslega dregið athyglina enn frekar af Panama-skjölunum og ástæðunni fyrir því að kosið var fyrr en áætlað var. En hæstv. forsætisráðherra ákvað að slá birtingunni á frest fram yfir kosningar. Önnur skýrsla sem einnig var tilbúin fyrir kosningar er skýrslan stóra loforðið sem varð til þess að ríkisstjórnarflokkarnir þáverandi fengu fylgi meirihluta kjósenda í kosningum 2013. Í þeirri skýrslu var í fyrsta sinn greint frá því hvernig leiðréttingin svokallaða, 72,2 milljarðar kr. sem greiddir voru úr ríkissjóði, skiptist á milli eigna- og tekjuhópa á Íslandi. Hæstv. forsætisráðherra ákvað að halda henni líka innan veggja ráðuneytisins á meðan á kosningabaráttu stóð. Í þeirri skýrslu kom m.a. fram að sá helmingur þjóðarinnar sem átti mestar eignir fékk 72% alls þess fjár sem greitt var út og 10% tekjuhæstu Íslendinganna fékk þriðjung eða 22 milljarða kr. Skýrslan hefði augljóslega kallað fram miklar umræður í aðdraganda kosninga og dregið athyglina að framkvæmdinni, að óréttlæti hennar, að þróun húsnæðisverðs og stöðu þeirra sem ekkert fengu, leigjenda og ungs fólks, svo dæmi sé tekið. Ég vil því spyrja hæstv. forsætisráðherra beint að því sem margir velta fyrir sér, hvort hann hafi dregið að birta þessar skýrslur, aðra hvora eða báðar, vegna þess að þær hefðu haft slæm áhrif á fylgi Sjálfstæðisflokksins í kosningunum. Ef það var ekki ástæðan, hver var hún þá? Þá tekur til máls hæstv. forsætisráðherra Bjarni Benediktsson. Forseti, svarið við spurningunni er nei, þannig að það sé frá. En það eins og hv. þingmaður sé að spyrja sjálfan sig hvort að framkomnar skýrslur hefðu mögulega getað haft einhver jákvæð áhrif á hennar eigin flokk í kosningunum. Og ég get ekki svarað því í sjálfu sér,
En ég bara kalla eftir því að hv. þingmaður sem vill taka efnisatriði þessara skýrslna á dagskrá hér bendi á þau atriði sem skorti í umræðuna annaðhvort þessara mála. Í aflandsskýrslumálinu, hvaða efnisatriði voru það sem kom í veg fyrir að hv. þingmaður geti beitt sér og sett Panama-skjölin rækilega á dagskrá eins og hv. þingmaður Birgitta Jónsdóttir gerði svo eftirminnilegu sjónvarpsþali daginn fyrir kosningar eða allir aðrir sem vildu gera þetta að hinu stóra kosningamáli? Hvaða efnisatriði voru það í skýrslunni sem hv. þingmaður hefði svo gjarnan viljað hafa? Er það að það sé erfitt að leggja mat á þetta? Er það að við séum í stórkostlegum gagnaskorti með þessi mál? Er það að það er ekkert sérstakt sem að skýrslan bendir á að stjórnvöld hafi látið undir höfuð leggjast að gera til þess að koma í veg fyrir þessi mál? Hvaða efnisatriði eru það sem hefðu getað bjargað Samfylkingunni í síðustu kosningum ef þau bara hefðu legið fyrir áður en að kosið var? Eða í hinni skýrslunni efnahagsleg áhrif leiðréttingarinnar. Það er þetta synd að við skulum ekki hafa látið taka saman líka með sama hætti dreifingu á tekjutíundir af 110% leiðinni, þar sem 7 milljónir fóru að meðaltali til hverjar fjölskyldu sem átti fasteign, en í leiðréttingunni var þetta 1,2 milljónir. Í 110% leiðinni, hvað ætli hafi mikið farið af þessum meðaltals 7 milljónum til þeirra sem enga fasteign áttu? 0 krónur. 0. Auðvitað fer ekki til þeirra í slíkri aðgerð sem ekki eiga fasteign og skulda ekki fasteignalán. En það er í raun og veru efnisatriði þessara skýrslu og ég bara óska eftir því að menn fari hér fram á sérstaka umræðu áhrif leiðréttingarinnar. Það væri gaman að taka þátt í því. Og efni þessara skýrslu setjum þetta sín í samhengi við ýmsar aðrar aðgerðir sem gripið var til. 110% leiðina, dómstólaleiðréttinguna á gjaldeyrislánunum og veltum því jafnvel fyrir okkur hér í þingsal hversu mikið af barnabótum rötuðu til barnlausra fjölskyldna eða jafnvel hversu mikið af sérstökum vaxtabótum skiluðu sér til þeirra sem ekkert lán skulduðu. Til máls að nýju hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis, Oddný G. Harðardóttir. Frú forseti. Skýrslurnar tvær voru afdrifarík mál fyrir þáverandi ríkisstjórn. Þær voru 2 helstu deilumál kjörtímabilsins og í skýrslunum er að finna upplýsingar sem varða almenning og skiptu augljóslega miklu máli í aðdraganda síðustu kosninga. Í skýrslunum skattsvik ríkra Íslendinga er að finna staðfestingu á því að aflandsstarfsemi þeirra var ekki einskorðuð við eina lögfræðiskrifstofu og var mun meiri en í nágrannalöndum okkar. Það var dregið skýrt fram hvernig ríkisstjórnir undir forystu Sjálfstæðisflokksins drógu það í aðdraganda hrunsins að setja reglur til að torvelda flutning á peningum í skattaskjól. Og að halda því fram, eins og gert hefur verið, að það hefur verið gott fyrir Sjálfstæðisflokkinn að ræða skuldaniðurfellingu í aðdraganda kosninga er eins og hver annar brandari. Kannanir sýndu líka að aðeins fjórðungur þjóðarinnar var jákvæður gagnvart þessum og ánægður með þær aðgerðir. Og ég vil spyrja hvað það er sem fær hæstv. forsætisráðherra til að halda að þær efnislegu umræður skýrsluna sem farið hafa fram hefðu ekki farið fram ef að skýrslurnar hefðu komið fram fyrir kosningar og að þær efnislegu umræður og fréttaskýringaþættir hefðu engu máli skipt. Það tekur til máls að nýju hæstv. forsætisráðherra Bjarni Benediktsson. Frú forseti, ég hef svo margítrekað sagt að það getur hver haft sína skoðun á því hvaða áhrif þessar skýrslur hefðu mögulega haft. Ég bara kalla eftir því frá þeim sem halda því fram að þetta hefði skipt svo miklu að benda á einhver atriði sem ekki lágu þá þegar fyrir. Og hér kom hv. þingmaður og nefndi 2-3 atriði sem öll lágu fyrir löngu síðan. Gagnrýnin á að fyrri ríkisstjórnir hefði ekki gert eitthvað í málunum. Þetta er gömul tugga. Það er margoft búið að ræða þetta mál. Þetta er ekki nýjar upplýsingar sem koma fram í þessari skýrslu. Eða að Íslendingar hafi verið framarlega í þessum málum. Þetta er það sem einmitt var sérstaklega rætt og var ekki hv. þingmaður einn af því sem sérstaklega hélt þessu á lofti. En gott og vel, ekki ætla ég að gerast dómari því fyrir hvern og einn varðandi þetta mat og ég er margoft búinn að svara því hvernig tilurð skýrslunnar var og hvers vegna hún birtist þegar hún birtist. Og við skulum bara halda því til haga að hvoru tveggja þessar skýrslur voru teknar saman og lagðar fyrir þingið.
Samt er verið að tönnlast á því hér í þessum sal endalaust einhverju hafi verið haldið leyndu. Og það verður gert áfram. Já, það verður þá bara þannig.